Góðan daginn, það þriðjudagur, 18. mars, fyrir með tunglmynd og það eru lægðar svæði hérna suður og suðvestur á landinu. Það eru skil frá þessum lægðum sem að leggjast hérna upp að landinu sem að hefur náð að kólna eins og við vitum í nótt. Megin bakkinn er hér á hraðri leið til norðausturs og kemur ekki hér við sögu hjá okkur. En þetta nú nógu slæmt, enga síður, það úrkoma með þessu hér og við sjáum hér á aðalspákortinu, maður sjá, það hér hvernig þetta leggst hérna upp að landinu og það eru í raun og veru 3 lægðamiðjur hérna síðdegis. Þetta aðallægðin, síðan höfum við lægð hérna suðvesturlandinu og svo þriðja við suðausturlandið og henni fylgir mesta úrkoman, en úrkoman leggst hér samt sem áður með öllu Suðurlandi og það gert ráð fyrir því að það snjói með þessu. Mugga suðvestanlands, kannski dregur úr skyggni á Hellisheiði, Lyngdalsheiði og Mosfellsheiði, gerir það væntanlega í austan og norðaustan átt 10 til 15 metrum á sekúndu. Það snjóar talsvert frá Mýrdal og austur úr hér síðdegis og alveg austur á sunnanverðu Austfirði og það ekki að sjá að það kom í þetta neitt blotiðar á því. Hérna erum við einmitt með hitann, sjá hvernig þetta var í morgun með kalda lofti sem nú heldur að víkja. En við þurfum helst að fá þannig að hér fleiga þetta loft til þess að fá í þetta einhvern blota og það má vel sjá hvernig þetta siglir hér hjá. Það svona rétt að það örli á að hitinn komist rétt upp fyrir frostmarkið á láglendi þegar að þetta hér loft nær hér inni. Það svona að valla, það gerir það enga síður. Ef við rennum þessu hérna næstu daga, að á morgun miðvikudag þá fer fleygur að hlýju lofti skammt fyrir suðaustan landið, rétt snertir hér austurlandið á fimmtudaginn, reyndar óvissa með hitann þá, en við tökum eftir því hvernig svona hægt og bítandi undir helgina að kalda lofti það sígur hér aftur að og það verður hér mjög kalt á laugardag og sunnudag, sannkallaður vetrarkuldi í einhvern 1 til 2 sólarhringa. Þetta þýðir það að við horfum til dæmis á norðaustanvert landið og vindana, það tekur að blása þar og upp úr hádegi. Þegar svona kalt eins og núna þá liggur kalda loftið yfir sums staðar og austanáttin hún flæðir yfir kuldan en það nær sér upp með köflum og það verður strekkingsvindur til dæmis á Möðrudalsöræfum seinnipartinn í dag, svo lægir heldur í nótt og svo sækir aftur að austanátt með vaxandi lægð hérna suður af á morgun og það útlit fyrir að það verði vaxandi vindur allan daginn með skafrenningu og síðar ofankomu og annað kvöld verður komin hérna stormur og nokkuð víða norðaustanvert landið og með versta veðri. Við sjáum þetta betur á langtímaspánni. Hér lægðin sem upp að okkur í dag. Skárra á morgun, suðaustanátt, ploti hér sunnanlands og minniháttar úrkoma. Svo vex lægðin, öll skilyrði til þess seinnipartinn á morgun, suðaustur á landinu. Þetta dálítið flókin staða, það 2 lægðamiðjur hér. En það breytir því ekki að það vaxandi veður austanlands og hríðarveður aðra nótt. Það nokkuð sennilegt spurning hvað nær að blota á Austfjörðum og upp til fjalla þar og hríðarveðri verður líka allt norðanvert landið meira og minna og fyrir vestan fram á fimmtudag og þessar lægðir eru hægfara og þetta vindur upp að sig og föstudaginn er nokkuð norðanskoti í kortunum að segja, nokkuð norðankast og reyndar alveg fram á laugardaginn þegar kalda loftin yfir og smám saman þá dettur vindurinn niður eins og hér sýnt fram á sunnudaginn. En af þessum að sjá að það ekkert að vora hér hjá okkur, það vetrarlegt næstu daginn og við erum að takast á við lægðir sem að minna frekar á janúarmánuð heldur en áliðinn mars, en við skulum hafa það hugfast að mars nú einn af þessum 3 vetrarmánuður og hann langt í frá liðinn. Takk fyrir.